online allir. Ég ætla að reyna að beygja mig svolítið til að sjá hvað ég á að segja. En ég ákvað að vera ekki með formlegt erindi, heldur að vera með nokkrar glærur þar sem ég mun kynna bæði niðurstöður meistararitgerðisins míns og doktorsnáms og einnig aðeins stöðu kannski foreldra af erlendum uppruna. En já, þegar við hugsum menningu, af því það er kannski það sem allt byrjar, þá finnst mér mjög gott að vera með þessa mynd í huga og þið sjáið að það er ísjaki hér og þar við kannski hittum nýja manneskju eða nýjan nemanda, nýjan kennara, nýja foreldra sem mæta í skólan. Það er mjög gott að hafa í huga sem sagt, það er ekki allt sem er sýnilegt sem kallast menning. Það er margt sem við vitum og það er til dæmis eins og við sjáum tungumál og hátíðir, klædnaður, matarhefðir, hefðir eða líkamstjáning, listir sem eru mismunandi kannski menningarheimum. En svo er bara margt eða stærsti hluti sem er ósýnilegur í fyrstu og það er það sem getur haft áhrif á svo margt í skólastarfi og sem við þurfum að hafa í huga. Og það geta til dæmis verið hugmyndir ofbeldi sem geta verið mismunandi bæði milli landa, milli þjóðfélaga, milli fjölskyldna. Og það eru reglur samskipti, hvernig við tölum saman, hvernig berum við virðingu fyrir til dæmis fullorðna fólk eða fólk sem er eldri en við. Og við horfum til menntunar, skólans og kennara og það getur líka haft áhrif á það hvort til dæmis foreldrar séu viljugir til að mæta á foreldrafundi eða taka þátt í skólastarfi. Það er líka hvernig við notum tungumálið okkar og hvernig við tölum saman. Og loksins til dæmis hvernig við skipuleggjum rými. Já, en að því við mættum hér til að tala fjölmenningu, þá langar mér aðeins að tala markmið fjölmenningarlegar menntunar. Og það er fyrst og fremst að styrkja nemendur úr minnihlutahópum, en með því að styrkja nemendur úr minnihlutahópum þar erum við í leiðinni að styrkja allra nemendur. Og við viljum líka auka fjölbreytileika í námsumhverfi nemenda. Við viljum styðja við sjálfstæði nemenda og styðja við félagsleg réttlæti og jafnrétti. En síðast en ekki síst við viljum virkja alla nemendur til að ná árangri. Og til þess að fjölmenningarlegt skólinn getur verið í raun, þá snýst það ekki kannski einn kennara sem er að gera það eða er að framkvæma fjölmenningarlega kennslu fyrir allan skólan, en það snýst svolítið sýn skólans í heild. Þannig að það tengist ekki sérstökum námsgreinum eða einstökum þáttum í skólastarfi. Og það á líka við alls konar margbreytileika, þannig að við erum ekki að tala bara fjölmenningu þar, við erum að tala börn af erlendum uppruna, en það eru líka krakkar kannski sem koma úr alls konar heimilum eða eru til dæmis af alls konar kyni og svo framvegis. Og þetta er líka stöðug þróun og endalaust ferli, þannig að það er ekki einhvern sem er hægt að innleiða einu sinni og svo er það búið. Það er einhvern sem þarf að þróa sífellt og það er ekki ein lausn fyrir alla skóla, það er einhvern sem hver og einn skóli þarf að svolítið finna fyrir sig. Og það eru ýmsar stefnur og kennsluhættir sem er hægt að nota í fjölmenningarlegum skólum. Og þar sem við erum búin að skoða í bæði doktorsnáminu og í öðrum rannsóknum sem ég tek þátt í, er að samvinnunám og bæði aldurs og getublandaðir hópar geta haft mjög góðan áhrif og einnig það að það er mjög mikilvægt að styrkja samvinnu milli skólastiga. Og einnig það að sjá að allir nemendur og allir kennarar sem koma í skóla, þau koma í skóla með alls konar auðlindir. Þannig að við þurfum að hafa það í huga þegar við erum að kenna að nýta þessar auðlindir. Og mjög mikilvægt er einnig að samþætta nám, nota til dæmis þemanám, en líka það að bjóða upp á nám í fjölbreytilegum umhverfi, eins og til dæmis vettvangsnám eða rannsóknarnám. Og síðast en ekki síst mjög mikilvægt að námið er tengt lífi, heimiljanum, skólum og svo framvegis. En þar kemur að rannsóknum sem ég tók þátt í.
Ég var að skoða fyrst og fremst stöðu polskra krakka eða polskranema í skólum á Íslandi í meistaranáminu mínu og þá sá ég hversu mikilvægt áhrif hefur það, hversu mikilvægt til dæmis móðurmál í landinu sem krakkar búa í og hvernig viðhorf foreldra bæði til námsins og líka til landsins og einnig það, og það hefur kannski mest áhrif hvort fjölskylda heldur eða hugsar að þau ætla að vera áfram á Íslandi eða hvort þau séu að fara tilbaka. Og það var það sem skipti svo miklu máli fyrir börnin að því svo mörg börn vissu ekki hvernig staða þeirra væri. Og það það sem getur haft áhrif á viðhorf þeirra til námsins og til íslensku kunnáttu. Polskir krakkar sem ég talaði við, þau notuðu polsku heima og þau tóku þátt í polskum skóla í Breiðholti. Þau voru mjög virkir og stoltir notendur polska tungumálsins og þau voru að sækja mikið í polskar heftir og svo framvegis. Þau voru með sterka fjölskyldubönd og fóru oft til Hollands. Þeim fannst mikilvægt að læra íslensku sérstaklega vegna félagslega þátta. Þeim fannst mikilvægt að geta talað við vini sína og sumir þeirra notuðu íslensku heima en það voru ekki margir og þeim fannst mjög erfitt að læra íslensku og þau lendu í alls konar vandamálum þar það kemur að læra eðlisfræði, efnafræði, líffræði en samt gekk þeim mjög vel að læra stærðfræði. En þau viðurkenndu líka að það mjög mikilvægt að þau séu að læra og sína vilja til að læra. En þar það kemur á kennslu, ekki bara íslensku kennslu, heldur almennt kennslu í íslenskum skólum. Þá sögðu þessir nemendur að það mjög mikilvægt fyrir þá að geta lesið bækur upphátt og það einmitt mjög gott aðferð til þess að læra orðaforða og réttan framburð. En það sem kannski var mjög misjafnt, þau voru með mjög misjafnar skoðanir var hópavinna. Sumum þeirra fannst það mjög gott, en sumir þeirra voru bara einfaldlega ekki vanir því, þannig að það var eitthvað sem þau lendu mjög í erfiðleikum í að gera. Þeim fannst líka stundum erfitt að finna félaga fyrir hópvinnu, þannig að það líka kannski hlutverk kennara til að styrkja og hvetja nemendur til að vinna saman. Og það sem var líka mjög mikilvægt að margir þeirra töluðu það að þau vilja vera teknir alvarlega. Þau vilja vera með sömu réttindi en líka sömu eins og Íslendingar. Þannig að þau vildu ekki kannski fá einfaldara próf eða einfaldara verkefni, þau vilja frekar fá útskýringu eða meira aðstoð við að gera sama verkefni og íslenskir vinir þeirra. En þar það kemur að foreldrum, það var líka mjög áhugavert að það sem ég var að skoða hvort móðurmálskennsla hefur áhrif á íslensku þessa nemenda og þá fann ég að viðhorf foreldris gagnvart íslensku hindra börn ekki til dæmis til að ná góðum árangri í því tungumáli. Þannig að þó að foreldrar voru kannski ekki mjög viljugir til að læra íslensku, þá hafði ekki beint áhrif á íslenskuna barns þeirra. En ef foreldrar voru hins vegar að einbeita sig mjög mikið til að kenna polsku, og þá ég ekki að tala bara að tala polsku heima, en líka lesa kannski bókmenntir og tala sögu Póllands og svo framvegis, þá hafði mjög góð áhrif á kunnáttu í íslensku. Þannig að börnin gátu kannski fært kunnáttu í polsku yfir á íslensku. Og nú ætla ég aðeins að segja þetta sem kannski konur af erlendum uppruna eða mæður af erlendum uppruna tala mjög oft og sem ég hef reynslu á. Að því við erum ofta að tala það að kannski foreldrar af erlendum uppruna taka ekki mikinn þátt í kennslu barna eða í skólastarfi á Íslandi. Og oft sagt að íslenska sé vandamálið eða tungumálið sé hindrun. En það ekki oft kannski, eða það ekki eina hindrun. Oft kannski annað sem kemur í veg fyrir að foreldrar af erlendum uppruna mæta á svona fundi eða taka þátt í skólastarfi og það getur verið til dæmis tímaskortur hjá mörgum þeirra
og þau eru til dæmis í tveimum vinum eða hafa ekki tengslanir til þess að fá kannski barnapásum og mjög oft það líka fjarlægt. Þau eru kannski ekki á bíl og geta ekki komist á öllum stundum dagsins og svo framvegis. Og síðast en ekki síst það skortur á upplýsingum. Oft kannski vita þau ekki hvað skólastarfið snýst. Þannig það kannski mjög gott leið til að líka útskýra betur. Þau kannski þekkja það ekki frá sínu heimalandi. En þessar niðurstöður eru úr nokkrum rannsóknum sem ég hef tekið þátt í og nokkrar þeirra eru ennþá í gangi. En þau hafa það sameiginlegt að þau sýna kannski árangursríka kennara, kennara sem starfa með börnum af erlendum uppruna og sem gengur vel. Og það er eitthvað sem við öll þurfum að hafa í huga. Það er fyrst og fremst að geta byggt á auðlindum sem krakkar koma með í skólan og að hvetja nemendur til að nota móðurmálin sín. Við þurfum ekki að tala móðurmálin þeirra en við þurfum að hvetja þau til að geta notið móðurmálin sín bæði í námi, í kennslustofunni og svo utan þess. Og svo vera menninganæmur og þá komum við tilbaka til myndarinnar sem ég var að sýna ykkur í byrjun. Skoða þetta, sjá líka þetta sem er ósýnilegt og reyna að hafa það í huga þegar við erum að tala við einhver og hýtum einhver af erlendum uppruna. Og nota lausnum í þetta á fjölbreytta kennsluhætti og ég var búin að nefna það áðan líka. Hafa skýrar væntingar nám og árangur til allra nemenda og hafa eins væntingar, hafa ekki minni væntingar til krakka af erlendum uppruna. Og hafa framtíðarsýn og það var það sem margir kennarar sem við voru að tala Þau eru alltaf að segja eða spyrja börnin hvað viljið þið gera í framtíðinni, af hverju eru þið að læra íslensku. Þannig að hafa alltaf það í huga, hugsa líka framtíð barnanna. Og í grunda bæði reynsluna sína en líka kannski lesa það sem að gerast bæði hér á Íslandi og út í heimi og kannski bera það saman og reyna að nýta það í kennslunni. En síðasta sem ég vildi nefna við ykkur að deila reynslu og það var punktur sem allir kennarar sem við töluðum við í rannsóknum sem ég tók þátt í sem voru að nefna kannski fyrst og fremst sem mætti bæta og gera betur. Það að deila reynslu sína og það kannski einmitt þessi vettvangur sem við erum í hér í dag kannski besta leið til að einmitt læra af hvort öðru og deila reynslu af því þessi reynsla nú þegar til. Það þarf ekki að kannski finna upp hjólin en það þarf kannski að tala saman og hafa tíma og tækifæri og vettvang til að tala saman. Þannig að ég vona að við notum tíma í dag mjög vel og bara takk fyrir mig.